Góðan daginn, ég ætla að taka fyrir hérna Alabín. Ég hef nú tekið það fyrir áður, þá tók ég hérna fyrir Ritter F6. Það er hægt að finna það í vídeónum, sem svona smá sætlegin, en ég ætla að fara hérna yfir G6 í dag. Þetta er nú eitthvað sem ég hef nú telt, búin að skoða þetta ágætlega undanfarið, þess að dunda mig við það. Nú, við viljum auðvitað fara með biskupinn á G7. Við skulum skoða bara valmöguleikinu á hvítum. Byrjum á D-tröflu C5 og Ritter A3. Það myndi tefla svona. A4. Það þarf ekkert að ágjöra því þó að hvítur nái að valda á B6. Hérna er Ritter H6 góðleikur. Við náum sátt að hafa opið fyrir biskupinn og ætlum að fara með Ritter á F5 oft. Ritter í F3, Ritter F5, biskup E6. Það getur til svona. Og við sjáum að rittarinn kemur hérna vel inn í þetta. Og biskup D7 og staðan er bara jöfn. Það er ekki sérstök vandamál hjá svörtum hér. Með biskupparið. Og biskupinn geti farið á C6 til dæmis. Ef við hefum sjálfur sér ekkert á móti þó hvítur myndi drepa á D7. Rittarinn á B6 er alveg ágætur hjá hvítum. Þannig að D-tröflu C5 er ekki neitt sérstakt. Og Ritter F3 er aðalínan, en við skulum byrja á biskup E3. Afsækja, við skulum skoða Ritter F3. Það teflist yfirleitt svipað. Biskup G7 og segjum biskup E3 hér. Þá drepið. Og hér er mikið að skáka á A5. Við viljum nefnilega leika Ritter H6, en ef við leikum Ritter H6 hér þá kemur dróning C1 og þá er honi á H6 og C8 með sem kall. Það er nú frekar neðalegt. Ég lenti einhvern veginn í því hérna á Tjekkopin fyrir 20 árum eða eitthvað. Þá leik ég hérna Ritter H6 og fattaði leið og ég leik að ég hefði verið að leika að mér, en hélt bara kúlnu og minni anstæðingur minn hafi leikið bara eiginlega strax Ritter C3 sem betur fyrr og ég endaði að vinna skákina. En dróning C1, það er bara kóltapa, það er bara kall í hafið. Það er þess að passi á þessu. Þannig að við skákum fyrst á A5, fáum rittarinn á C3, síðan Ritter H6 og Ritter F5 og svartur er ekki minni sérstök vandamál hér. Pressum á D4 og alltaf að drepa á E3 við viljum. Svona næstu leikir væru, myndi ég halda hróku D8 eða Ritter C6. Skulum baka. Þannig að biskup E3, það er bara drepið og skák og Ritter H6. Nú Ritter D2. Þá leikur Ritter F6 stefnum aðeins öðruvísi. Við erum náttúrulega ekki með target hérna á biskupinu og E3. Þetta virðist vera nokkuð traust á svartan. Leikur hérna A6. Og E6 og við erum náttúrulega að fara að reyna að leika biskup B7 næst. A4, B4 og svartur er með counterplay. Svona ég myndi segja að þetta var alveg fín stað á svartan, þannig séð sko. Skulum baka eins. Nú biskup E2, það er svona taldi varfærin leikur. Dripað á D4, Ritter F6.
og hérna er þetta A6 upprópunumerki. Við höfum sett áhuga að fara á C7 og valdi við D5. Hrókur D1 og það er mikið átt að leika rittari D5. Við viljum ekki leyfa hvítum leika hérna biskup F4, það væri mjög slæmt fyrir okkur. Og rittari D5 þá tökum við F4 réttin af biskupnum og rittarinn er þetta mjög góður á D5. Biskup 1-6 er upprópunumerki. Nú það má ekki drepa á B7, það er bara kalla af hérna sko. Þannig að þetta er C4, drónum D7. Já, og hvítur er með sem sagt stakt P þarna á D4 og svartur með þessi solid stöðum. Skulum baka. Nú stærstu línurnar í þessu eru C4 og þetta er A3. Skulum byrja á C4. C4, dróning E4 skák, biskup 1-3, þetta er nokkuð þvinga allt saman, dreipið. Hér er þetta hásars góðleikur, svona í andaði sem við erum að skoða. Þá er ennþá opið fyrir biskupinn, hann er mjög sterkur hérna og síðan erum við hugsanlega að fara á F5 með rittaran. Rittari C3, þá er dróning E5 góðleikur og það er merkilega erfitt fyrir hvítan að hóta drottningunni. Biskup 1-2, rittari C6 góðleikur, drepið. Svarta peðastæðan er vissulega verri í augnablikinu en peða á C6 er mjög mikilvægt af því að það valdar hérna D5 reitin, þannig að rittarinn kemst ekkert á D5 og við opnum líka náttúrulega B-línuna, þannig að við bætum það upp þannig. Ég skal bara sína framhald. Biskup F3, hérna gefum við peðið og rittari G4 sterkur leikur. Sjáum hvað svartur rosa virkur. Hvítur getur ekki einu sinni hrókera, það er að máta H2. Og hér er alls konar hugmyndir eins og drepa á E3 og hrókur drepa B2. Svona taktík á róni á C3. Ég skal bara sína biskup F3. Búm. Sterka tvö prófunumverki. Drepið á E3. Og þetta er mjög skemmtileg stað á hvítan. Nei, svartan sig. Hvítan, alls ekki á hvítan. Þetta er bara búið, myndi ég segja. Það er bara standöld spjóta á svörtum og hvítu getur jafnvel farið að vera mát bara hérna eftir biskup F5, D3, sýnist mér. Þannig að þetta er ekki góð lína á hvítan. Þetta er of mikið græðki. Nú dróning D2, þetta er F5. Þá sjáum við tilgangin í þetta H6. Biskup F4, dróning A5, er nýjung, hefur ekki telst. Sjálfur sér ekkert svona critical nýjung, en hrókering. Já, svartur er með hugmyndir hérna eins og rittari D4 og E5. Þetta hundur gjarnan vil leika rittari D4 og svo E5 og svo getur við leikið biskup F5 eða biskup E6 og hrókur D8. Og það vegur upp þennan peðaveikleik á C6. Það er, en eins og ég segi, peð er ekki svo slæmt að valda D5. Hrókering er annar leikur, þetta er F5. Biskup F3, hrókering. Þetta er eitthvað sem ég með hérna. En nú eru náttúrulega með biskupar og bara alla stöðuna, þannig að ég get ekki ímyndað mér að nokkuð maður vilja hafa hvítt í þessu.
já, þannig að dróning E4 virkar mjög solid og þá það riddari A3 sem minnir að Wesley So hafi einhvern veginn mælt með riddari A3 og það svona hættilegustu leikurinn fyrir svartan. Drep á D4 og skulum byrja á riddari B5, hótaðar auðvitað skák á C7 þá riddari A6 góður leikur, segjum biskup E3 þá riddari H6 góður leikur. Þetta allt í anda þess sem við erum að skoða og það drepið þá verður þetta svona í jafnvægi eftir A6. Við fáum að reyta á A7 fyrir hrókin sem góður leikur. Tökum núna D5 reytin af riddaranum og B5 góður leikur í hvítum, það verður að gera eitthvað til þess að missa ekki riddaran. Og svartur getur reynt að vinna þetta áhyggjulaust, verður peð yfir. Það riddari A6 nokkuð lungið. Biskup E2 annan leikur, riddari F5 alltaf. Og hér riddari drepa G7 upprópunarmerki. Og riddari C5. Já, ég gefi svo jafnt sko. Ég sé ekkert sérstök vandamál hjá svörtum þannig sé. Það líka geta alltaf drefið með riddari G á E6 ef hvítur myndi leika riddari eitthvað svona. Getum alltaf drepið hérna og riddararnir fínir sko og riddararnir getur verið A4 og svo D8 náttúrulega líka solid leikur og svo alltaf einhver riddari F4 leikur. Þess vegna var gott að drepa með riddara á G7. Þannig að þetta nokkuð traust á svartan. Nú biskup C4 svona kvast system, dróning E4 upprópunarmerki, biskup E3 upprópunarmerki. Þetta þótti voða sniðugt þetta kom fyrst fram og riddari H6 góð besti leikurinn. Það var alls ekki drepa á E3, það náttúrulega gildra hérna, skákaða drótninguna. Kongur F8 virkar ekki heldur út á dróning D8 svona, þannig að þetta svona þekkt gildra. Riddari H6 nú aðeins margir leikir. Við skulum byrja á biskup D3 dróning G4, segjum H3 þá fórnum við hérna drótningunni. Við erum með hrókbiskup og peð fyrir drótningu og að mínu mati og erum við með betri stöðu meðal annars vegna þess að kóngurinn okkar miklu öruggari. Svo ýmsir veikleikar í hvítstöðinu, peð á H3 peð á E3. Ég samt ekkert eitthvað rosa hrifin eða kannski drepa H3 til að opna hálínuna, en ég myndi nú mæla með að bara leika riddari C6 fljótlega og fara út með biskupin og C8 og hrókin og D8 eitthvað svoleiðis. Svona mjög easy game á svartan. Þetta skemmtileg fórn. Nú biskup drepa D4 og drepa á D4, skák, það blir svona. Já, og staðan bara í svona balansi. Ég myndi nú bara gefa sér sem jöfnu tabli sko. Svartur getur auðvitað að fara að leika A6 og síðan fara að skipta upp einhvers staðar á E5 hugsanlega, eða þarf ekki einu sinni. Þetta bara algjörlega jöfn staða að mínum mati. Það gefur hvítum ekki neitt sko. Þannig að hvítu verður að tefla eitthvað með öðru sem hann ætlar að reyna að fá eitthvað. Nú setur við D4, hrókiring,
hrókering. Hér er þetta F5 athyglisverður leikur, en ég held að biskup G4 sé fullkomin tapjöfnun að minnstakosti. Og hér er með línu það sem hvítur vinnur tímabundi 2 peð. Við sjáum að svartur drapa á H6, annars ef ekki þá er bara svartur leikið rittar F5 næst og með þægilega stöðu. Hrókur B8. Nú er honi á B2 líka og D4 náttúrulega. Hrókur D8 og rittarinn fer á C2. Það eru meitt litur biskupar og hvítur með peðaveikluta, en ég held ég myndi nú freka vilja á svart í þessu sko. Það getur vel verið að þetta sé svona freka jafnteflislegt, en sé sjálfur ekki vandamál. Svartur er alltaf með bætur hérna. Ég myndi halda að biskup G4 væri góð lausn, en það er F5 með mjög athyglisverður leikur líka, en ég hvet bara skákmenn til að skoða það. Ég er nú með ýmsar hugmyndir í því líka, en ekki með því sem fæl reyndar. Rittari B5 er hættuleg lína. Hrókering, þetta er allt þvingað. Hér rittari C7 blunder. Hann vinnur ekki neitt lið, við bara þurfum á C4. Rittari BD4 hefur telst, rittari G4, svartur bara betra. Setur upp D4, rittari F5, upprópunumerki. Pressum á E3 og D4 þetta. Og segjum rittari C7 hérna. Byrjum á D2, A6. Og alltaf eftir leikum A6 þá fáum við reit fyrir hrókin á A7, það er mikið vakt. Henni biskup H6 upprópunumerki. Drottning C6 er nýjung og drottningin færi sig á D6. Það er náttúrulega urðum að gera eitthvað annars skákar hérna F7. Það er svona smá fínisur. Rittari D5, ég skoða þetta eitthvað nánar. Það sýnst biskup E6 vera bara jafnt sko. Eitthvað svona hvítur getur þóst vera virkur. Biskup G7 og hrókur C7 eru myndi segja þetta var að minnst kostið tapjöfnun á svart. Það er svo veikt peð á E3 sko. Og já, ég myndi segja þetta var nokkuð sniðut. Svona baka eins. Nú rittari C7, rittari C6 upprópunaverki. Okkur alveg saman með hrók. Dripið á D4 og segjum hótum að skák á C2 eða dripa á F3 og C4. Ég myndi nú segja að rittari C2 er aðalhótun. Og dripur. Og hvað er að gerast hérna? Það er spurning. Hvítur á eiginlega ekkert betur en að hrók gera. Og fyrstu sín það bara, bara hrók yfir. Nei, það er ekki svo einfalt. Biskup H3. Og ef hann leikur kongur G1 þá virðist þetta vera jafntefli, bara þráleikur. Það er svona móralskur ósugur og hvítt. Ekkert til þess að monta sig af. Einhvern tíma sagði Mikael Tal að væri glæpur að gera stutt jafntefli með hvítu. Segjum að hvítur reyna að vinna þetta með F3, þá bara dreipa á E3. Rittari C7 og við erum með allt og mikla bætur fyrir skiptamun hérna. Engi veikleikar í svartstöðinu og fullt af veikleikum í hvítstöðinu.
þannig að til að sömma þetta upp þá er ég nokkur hrifin að þessu á svart. Ég held að þetta sé svona traustleið fyrir svartan á móti alabín. Það er bara að kunna náttúrulega þennan variant. Það er eitthvað hása sem mjög skemmtilegt. Þannig að ég þakka fyrir í dag.